Kvöld og velkomin í Kompás. Það beinast hvöss spjót að Björgólfi Thor Björgólfssyni ríkasta manni Íslands. Hann sakaður að bera hluta til ábyrgð á hruni íslenska efnahagskerfisins. Hann svarar hér þessari gagnrýni en jafnframt ómyrkur í máli gagnvart ríkisvaldinu og Seðlabankanum. Hann upplýsir hvað gerðist bak við tjöldin þá örlagaríku daga þegar að íslenska hagkerfið rambað á barmi hruns og sakar stjórnvöldum að hafa tekið kolrangar ákvarðanir þrátt fyrir alvarleg viðvörunarorð. Það voru skelfileg mistök að þjóðnýta Glitni, segir hann, og upplýsir einnig hvernig stjórnvöld hafi ekki virt viðlits tilboðum að losna undan Icesave ábyrgðum sama dag og neyðarlög voru sett í landinu. Þetta telur Björgólfur Thor að skýri hinn harkalegu viðbrögð Breta og alvarlega milliríkjadeilu þjóðanna. Landsbankinn fór á breskan hryðjuverkalista með Al-Qaida, Súdan, Norður-Kóreu og Talibönum. Bretar heimta að íslenska þjóðin ábyrgist 100 milljarða króna vegna Icesave innlánsreikninga Landsbankans. Gífurleg reiði hefur blossað upp meðal þjóðarinnar í garð Björgólfsfeðga. Það krafist þjóðnýtingar og eignaupptöku, í það minnsta samfélagslegrar og siðferðislegrar ábyrgðar af þeirra hálfu. Kristinn Hrafnsson tók viðtal við Björgólf Thor í London á föstudag. Hrikalegt efnahagshrun Íslands hefur alið af sér gríðarlega reiði meðal þjóðarinnar. Hún meðal annars beinst gegn mönnunum sem keyptu Landsbankann fyrir 6 árum. Í viðtali á föstudag hvatti forsætisráðherra auðmenn til að koma með fé sitt til landsins til uppbyggingar og sama gerði utanríkisráðherrann í Kastljósi. Áður hafði viðskiptaráðherra vísað til Björgólfs Thors og sagt að sú siðferðislega skylda og samfélagslega ábyrgð hvíldi á hans herðum að koma heim með fé. Stjórnarandstaðan vill skoða möguleika á eignaupptöku. Það kraumar heift og reiði meðal þjóðarinnar og hún beinist meðal annars að Björgólfi Thor auðugasta manni Íslands. Andúðin fer ekki fram hjá honum þó hann búi í London þar sem Kompás hitt hann á föstudag. Ég skil að fólk sé reitt núna að því það alger óvissa. Muni sé ábyrgð falla á Íslendinga, hvað verður bankana, hvað verður lánið, hvað verður gengi. Það alger óvissa í Íslandi í dag. Þegar alger óvissa þá brýst það út í tvennu, brýst í hræðslu og reiði. Og fólk bara núna algjörlega sokkið í hræðslu og reiði. Og ég skil það vel. Ég bæði sár og reiður og hræddur. Og ég aðalega hræddur það að íslensk stjórnvöld, þegar þeir tóku þar aðgerðir sem þeir tóku, hafi ekki gert sér í hugmynd þvílíka krafta sem þeir leystu úr læðingi. Og ég hræddur þeir skilji ekki áhrifin sem það hefur haft á kerfið til langframa og hvaða úrbætur eru til handa. Og ég vil líka benda á það að þessi orð Björgvins sem að fjalli og ég hef ekki séð en ég hef heyrt af, það siðferðislega ábyrgð, það náttúrulega mjög huglegt og ég ætla ekki að skora undir neinni ábyrgð, en það ekki hans að segja hver ábyrgðin og hann ber að sjálfsögðu líka mikla ábyrgð í þessu máli. Hann yfirmaður bankamála og það mjög gott að beina spjótum á okkur og taka athygli af honum. En ég ætla ekki að fara persónu að gera, en ég skil reiðina og ég held að lykilmáli sé, vil ég koma að því að hjálpa til, ég koma Ísland úr þessum ógöngum? Já. Hvernig? Get ég það núna? Á einhvern máta? Get ég komið með peninga inn í kerfið núna? Nei. Get ég stuðla að því að koma með erlenda peningin? Já. Ég get gert það bæði með því að reyna að leysa upp einhverjar eignir. Það tekur langan tíma. Þessi kreppa verður að vera komin á réttan kjöl bara að það gerist. Í stuttumáli, ég vil hjálpa til. Og ég tel að ég geti hjálpa til á margan hátt. Og ég mun gera það. Ég gleyma því að ég búin að vera að fjárfesta á síðasta ári fyrir nokkra milljarða í nýju símkerfi á Íslandi sem hefur orðið öllum neytendum til hagsbóta og lækkað allt símaverð. Ég gleyma því að ég núna að komið að því að byggja gagnaver á Íslandi sem að tekur það 50 megavött og heil virkjun. Og það fjárfesting fyrir 60 milljarða í erlendu reiðifé inn og þar ég með erlenda meðfjárfesta. Það hægara sagt en gert að fá erlenda fjárfesta til að fjárfesta í Íslandi núna. Þeir eru hræddir eignaupptöku og almennt bara óró og óvissu landið. Þannig að það tröllvaxið verkefni, bara það að fá útlendingar að koma og fjárfesta á Íslandi. Og þá við alvöru útlendinga sem ætla að fjárfesta í alvöru verkefnum sem koma með gjaldeyri inn í landið og skapa einhverja vinnu á Íslandi,
ekki einhverja ránfugla sem koma og ætla að líta á Ísland sem eitthvað hræ og ætla að pikka upp eignir fyrir einhvern smáveri. Þú sést ekki vera á leiðin með peninga heim til Íslands. Það hins vegar þessi reiði heima, hún að birtast í umræðu þjóðnýtingu eigna ykkar, frystingu eigna, sölu, fyrirtækja. Þetta til marks þennan alvarlega og grafalvarlega undirtón og gríðarlega reiði. Hvernig bregstu við þessu? Hvaða eignir ætla menn að taka? Ætla þeir að taka pólskt símafyrirtæki að mér sem er í uppbyggingu? Heldur þú að ríkið eigi betri séns á því að selja hann og á hvaða forsendum? Og Actavis, ég borgaði tæpa 400 milljarða inn í kerfið í fyrra. Þannig að ég skuldsetti fyrirtæki, ég ber þar skuldir. Vill ríkið taka yfir það skuldir? Þeir eru búin að fá peninginn inn í kerfið, vilja að taka yfir skuldina. Þetta gleymist algjörlega. Ég er búinn að skila peningunum heim fyrir Actavis. Það kom í reiðifé, það var inn í kerfinu. Og það var í evrum. Í viðtali við Forbes fyrir nokkrum árum síðan þá sagði að auður og völd skipti engu máli, heldur einungis virðing og orðstír og vitnaðir í hávamál. Hvað segir það viðhorf sem að landsmenn bera tíði núna, finnur fyrir virðingu? Ég stend ennþá við orð mín sem ég sagði þá og þetta er mér það sem er mér mikilvægast. Og ég gerir mér fullvel grein að þetta tvennt hefur borið gífurlega hnekki. Og hvað Íslendinga varðar tekur það langan tíma að vinna þessu út úr því. En það er eins og með allt, ég geri það einn dag í einu, ég tekst á við vandamálin, ég flýði ekki og ég fyrrist ekki undan ábyrgð. Ég mun koma að virðistinni með árunum og ég mun ná mér í það tilbaka þar sem ég hef tapað í virðingu. Árið 2002 keyptu Björgólfsfeðgar og Magnús Þorsteinsson Landsbankann fyrir 11,8 milljarða. En það var hluti þess sem þeir fengu með sölu á bjórverksmiðju í Rússlandi. Núna 6 árum seinna hafa Icesave reikningar Landsbankans valdið harðri milliríkjadeilu við Breta. Íslenskir hagsmunir eru tengdir hryðjuverkasamtökunum Al-Qaida og Talibana og ævareiðir Bretar heimta að hvert mannsbarn á Íslandi gangist í ábyrgð upp á milljónir króna. Það er fullyrðing sem við verðum að staldra aðeins við. Og þetta er mikið tilkomið vegna fullyrðinga núna að ef á vestaveg fari og ábyrgðir ef að það lendi á Íslendingum, þá geti það farið svoleiðis. Það er ekkert útsýðið það að það lendi á Íslendingum. Við skulum muna það að þeir innlánsreikningar sem voru til í Bretlandi hér hjá bönkunum, það voru til eignir fyrir öllum þeim innlánum og vel það. Og nú þarf bara að halda gríðarlega vel út það, þannig að þær eignir verði að reiðufé til að borga þessu fólki. Ég tel að það sé hægt og ég tel að hættan á að hvert íslenskt barn verði þurfa að skulda milljónir, ég held að það sé bara orðum ofaukið. Það gæti farið svo en það er á svartínasta spáin. En hvað er að verða með þessar eignir? Þessar eignir eru náttúrulega hérna í Englandi er á höndum Seðlabankans breska eða breska fjármálaeftirlitsins. Ert þú að koma að kaupa þetta núna á brunaútsölu í gegnum Straum? Nei, ég er ekki að koma að því að kaupa það. Ég hef ekki keypt neitt að því. Ég heldur sér að vísa til þess í gær að Straumur, sem er nú ekki mitt fyrirtæki, það eru 20.000 hluthafar þar, keypti í gær nafni Tethers. Þeir leituðu til Straums og spurðu í rauninni hvort að þeir gætu fengið vinnu þar. Þannig að eina sem Straumur er að gera er að ráða fólk. Það er að ráða fólk. Ég held að nafni Tethers sé bara, það er verið að borga eitthvað lítið fyrir það, en það er nafnið, búið að eyðileggja nafnið Tethers og það er búið að eyðileggja nafnið Landsbankan með þessari þjóðnýtingu. Hver ber ábyrgð á þessu Icesave máli öllu saman? Þú segir það sé ekki útséð með hvað ábyrgð falla á íslenska skattgreiðendur. En hvernig er það hægt að íslenska ríkið og íslenska þjóðin er allt í einu komin þarna í ábyrgð fyrir fleiri 100 milljarða króna? Það er í rauninni nokkuð margir sem ber ábyrgð á því. Augljóslega gefur að nefna stjórnendur Landsbankans, bankastjóra og stjórn. En þeir voru í samráði við fjármálaeftirlit Íslands og fjármálaeftirlit allra landa. Þeir fóru sér í einu og öllu eftir lögum og reglum í því. Og að sjálfsögðu hlýtur þá yfirmaður fjármálaeftirlits og bankamálaráðherra landsins að bera töluverða ábyrgð.
og ég skil það vel að hann beinir spjóti sínum á okkur. En býtu af því að þessir aðilar spyrntu ekki við fótum og settu ykkur stólið fyrir dyrnar? Til dæmis. Eða stjórnandi Landsbankans? Já, til dæmis. Af hverju... Ertu að segja að ríkisvaldið og eftirlitsstofnanirnar beri ábyrgð af því þau stoppuðu því ekki? Nei, ég að segja annað. Ég að segja að ríkisvaldið ber ábyrgð á því hvernig þeir tóku á málum. Það hefði verið hægt að taka á Icesave allt öðruvísi, þannig að þetta Icesave mál væri ekki mál, heldur að það væri einn hluti af lausn fyrir þessa kreppu sem að Ísland hefur lent í dag. Og þá á ég við það að í svona kreppu þá eiginlega viðbrögðin við vandanum mikilvægari og rauninni hafa meiri afleiðingar en vandinn sjálfur. Býta aðeins, höldum okkur við það þessar gríðarlegu fjárhæðir sem að er verið að taka hérna inn á reikninga á íslenskri ábyrgð tilurð vandans, ekki satt? Er það ekki alvarlegur hlutur að það hvernig menn síðan bregðast við í einhverju krísu seinna meir? Jú, tilurð vandans er í rauninni sú að árið 2006 lentu Íslendingar fyrstir þjóða í því að það var lausafjárskortur og lausafjárskreppan kom í minni mynd til Íslands. Árið 2006 byrjuðu að koma efasemdir hjá erlendum bönkum það að íslenski bankar gætu fjármagna sig, þeir voru of háðir heildsölulánum út í heimi. Það var orðið mikið. Og svo var það annars vegar að Seðlabankinn var lítið til að styðja við þá. Það komu miklar gagnrýnisraddir það og það fór að lokast reikningar og það fór að lokast af fjármagnsleiðir. Nákvæmlega eins og gerðist núna fyrir alla banka í heiminum, gerðist bara fyrir íslenska banka árið 2006. Og árið 2006 þá var það, hvernig var bregðast til að ráða við því? Og það voru allir sem kom að því. Það voru erlendir matsaðilar, það voru bankarnir, það voru færustu sérfræðingar, eftirlitsstofnanir og fleira. Það verður að auka innlán. Það þýðir ekki bara að treysta á að útlendingar lána ykkur. Allt í lagi verður að auka innlán. Nú, það er ekki nema 300.000 Íslendingar. Þannig að það er ekki hægt að leita í sjóði Íslendingar. Þannig að það var að fara með innlánskerfi í gang erlendis. Og við skulum muna það að árið seinni hluta 2006 þá rétti það á kúknum og kom íslenska bankakerfinu úr þeirri kreppu. Algjörlega þessi innlánskerfi sem voru sett í gang. Árið 2007 voru íslensku bankarnir hildi fyrir þetta og Landsbanki sem var komið með lengst og átti mest í innlánum var hæst metni bankinn alþjóðlegum matsfyrirtækjum. Og hann þótti áhættu minnstur af öllum bankunum sökum þess að hann var með svo mikið innlánum. Þannig að það var allt kerfið, erlendis, innlendis, að segja fólki og segja við Landsbankann, þetta er leiðin, safnið innlánum og veriði með innlánin. Og nú kemur spurningin, af hverju þessi ábyrgð tilkomin á Ísland? Ísland gekk í EES fyrir löngu síðan. Þar fylgja ábyrgðir og hvað. Að þessi útrar sem við höfum getað gert íslensk fyrirtæki að kaupa hitt og þetta er allt á grundvelli þess samnings. Og þegar að Icesave í rauninni og hinn kerfin urðu vinsælli meðan bjuggust við. Og við skulum muna það að það eru Icesave og Landsbanki var ekki eini sem var að bjóða upp á svona innlánsreikninga á netinu. Það voru fjöldamörg fyrirtæki. Og þegar þau eru stór, þá byrjuðu menn að segja bæði fjármálaeftirliti hér og erlendis, eigum við ekki að fara að skoða hvort þetta eigi að vera íslenskur banki eða hvort það vera erlendur banki. Og þær viðræður voru í gangi og var að vera að vinna í því að færa hlutina yfir til Englands. Og þær viðræður voru konar mjög langt á leið, en það náðist ekki mark áður en að í rauninni öllu var kippt úr sambandinu með mánudeginu með þessari þjóðnýtingu. En er þetta ekki bara fjárhættu spil með fjöregg þjóðarinnar sem núna springur, brotnar? Ég myndi aldrei viljandi fara að gambla eða hætta einhverju með Landsbankann. Það blasir við fólki, þessi staða, það er ekki nýtt að þessu blikur á lofti í alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum. Þetta er búið að standa í ár, þetta er búið að vera erfið staða. Á sama tíma bólgnar þessi innlán og þau eru á ábyrgð íslenska skattgreiðenda, á ábyrgð Íslendinga. Er það ekki að gambla með fjöregg? Í fyrsta lagi þá voru enga líkur á því fyrir hluta ársins að Landsbankinn myndi lenda í þeir hemmingum og allir íslensku bankar sem þeir myndi gera þetta.
og þannig það var ekkert að því að taka við innlánum eins og það var. Og öðru lagi þá minni ég á það sem ég sagði á það voru til eignir fyrir öllum þessum innlánum og vel það var til vel það eignirna fyrir því til að borga öll þessi innlán og það þýðir ekki að þú þetta gamla með fjöreggi eða þú átt eignir fyrir þessu öllu og þetta gleymist alltaf í umræðinni þessar gífurlegu eignir sem voru til að móti þessu sem rauninni fjármálaeftirlitið í Englandi og Seðlabankinn hafa undir höndum núna. Þú talar ábyrgðir stjórnenda Landsbankans, voru þeir að bregðast hér Halldór og Sigurjón? Ég náttúrulega ofboðslega vonsvikinn með hvernig öll mál hafa þróast. Ég ætla ekki að fara að persónugera þau vonbrigði. Þeir eru stjórnendur Landsbankans. Þeir eru stjórnendur Landsbankans. Þeir eru stjórnendur Landsbankans hafi brugðist. Hvernig ég sagði ekki að þeir hafi brugðist. Ég bara segi, kannski hefði mér átt að skoða svartsýnar áætlanir og fleira og það er alltaf vitur að verða, auðvelt að verða vitur eftir á. En ég vil bara taka það fram að sem stór hlutafi getur maður ofta ráðið miklu í fyrirtæki. En þú ræður ofboðslega litlu sem stór hluthafi í banka. Bankar eru þannig stofnanir að þeir eru háðar gífurlegu regluverki sem er fjármálaeftirlitið, bankaeftirlitið, Seðlabankinn, matsfyrirtæki erlend og það er alveg með lögum farið sérstaklega út í það að eigendur mega ekki vera að blanda sér inn í rekstur. Það eru bankaleynd yfir öllum málum og fleira. Þannig að þú hefur ofboðslega takmarka inngrip inn í það sem stóra eigandi í banka. Þannig að þetta er almenn misskilningur að sem stóra eigandi í banka þá getur haft eitthvað gríðarlega áhrif. Þú hefur minni áhrif með venjulega. Þú getur mótaði stefnu og stefnan sem var mótuð í að fara í innlán erlendis hún var mótuð af stjórnendum og stjórn bankans. Hvort að hún hefur reynst röng eða rétt það verður að koma í ljós eftir því hvað fást upp í skuldir IceSave. Ég var ekki stjórn og ég var ekki stjórnandi bankans. Á almenningu að trúa því að þú ekki geta gripið þarna inni? Ég gat ekki gripið þarna inni. Það var bara ekki á mínu valdi og ég gat það ekki. Ég hefði fegin viljað gera það. Hér á eftir klúðruðu stjórnvöld tækifærum til að hindra hrun íslenska hagkerfisins. Þeir sem stofna sparnaðarreikningana Spron, vaxtabót, viðbót eða veltubót fyrir 10. nóvember fá 10% vaxtaauka ofan á áunna vexti áramót. Örugga sparnaðarleiðir. Spron. Bjóddu líkamannum upp á kosti og bragð ólífunnar. Lesjö kynnir Ísjó 4 með ólífuolíu. Blöndu af repju, sólblóma, vínberjasteina og ólífuolíu. Ísjó 4 með ólífuolíu. Fyrir framtíðina. Við hjá DHL höfum ástríðu fyrir því sem við gerum og líka því sem þú gerir. Okkar kapplaup, þinn sigur. Netvistun kynnir vefi vikunnar. Tabascos.is, Dietcool.is, Stíi.is, Frumskógar.is. Nú rétti tíminn til að brosa, því hamingja og gleði fylgir hverri nýrri síðu. Netvistun. Græna ljósið kynnir. Stórkostlegt ævintýri frá gæjanum sem gerði Super Size Me. I'm looking for Osama bin Laden. Why is that funny? Ótrúlega skemmtileg, bráðfyndin. There's 21 guys here right now. Þar í veröldinni Osama bin Laden, frumsýnd 31. október í Háskólabíói. Big Tasty með grillbragði á McDonald's. Björgólfur Thor upplýsir hér í fyrsta sinn að degi áður en hér voru sett neyðarlög hafi Bretar kúvent og boðist til að taka IceSave undir breska ábyrgð á 5 dögum gegn því að Seðlabanki veitti tryggingu. Þessu hafi Seðlabankinn hafnað og í staðinn hrundi restin af íslensku bankakerfi og þjóðin lenti í harðvítugri milliríkjadeilu. Helgin áður fullyrðir Björgólfur að ríkisvaldið hafi ekki einu sinni svarað tilboðum sem hefðu hindrað þjóðnýtingu Glitnis og afstýrt örlagaríku hruni bankakerfisins. Peningamálastefnan er gagnrýnd fyrir að búa til falskt virði á krónunni. Var góðari bara sandkastali, spyr fólk. Útrásin er gagnrýnd fyrir að hafa verið hálfgerð blekking, meira hringrás en útrás.
Útrásar víkingarnir segjast hafa fylgt lögum og reglum, nýtt sér ódýrt til lánsfé, en nú kemur í ljós að fjárfestinga þeirra erlendis var að stórum hluta greidd úr íslenskum bönkum. Björgólfur Thor vill ekki láta flokka sig með útrásarvíkingunum. Hann hafi fjárfest erlendis fyrir útlent fé sem hann aflaði sjálfur eða fekk að láni í erlendum bönkum. Hann gagnrýnir sömu víkinga og þá sem beldu út eigi fé sinna fyrirtækja með kaupum og sölum milli skyldra aðila á stighækkandi verði, til þess eins að auka möguleika á frekari lántökum. Ég held að þið hafa nú gert í góð skil fréttamenn að telja upp útrásarvíkinga. Sjálfur skilgreinir mig ekki sem útrás. Af hverju ekki? Í fyrsta lagi ég hef búið erlendis í 21 ár. Meir en helming ævi minnar hef ég búið erlendis. Ég ekki með íslenskan pening að fjárfesta erlendis. Ég allt öðruvísi en allir þeir sem hafa komist til ára og metnaða núna síðustu 5 árin í þessari útrásarbólu sem við erum kölluð. Af því þeirri einfalda ástæði að ég vann mér inn minn höfuðstól og minna peninga erlendis. Munurinn á mér og öðru sem hafa verið, þeir hafa byrjað með fyrirtækinu á Íslandi, skuldsetja eigið fé á Íslandi til að kaupa fyrirtæki erlendis. Eftir því sem eignar hækka á Íslandi, skuldsetjaði meira á Íslandi til að kaupa meira erlendis. Þetta regin munurinn. Ég vinn, starfa og byrjaði erlendis. Þessi slíkur. Auðvitað ég rætu til Íslands. En þú ert ekki í þessum hópi með hinnum, þú ert að segja það. Þú kom með peningin í landið, þeir voru að mjólka peninga út á landinu. Já, ég kom með peningin í landið. Er þetta ekki að veikja stóðir íslenska hagkerfisins? Það er ekki mitt að gefa dæmi um það. Ég held bara tölurnar tali sínu dæmi. Og ég get ekki annað að segja en svo nafla skoðun sem að íslensk samfélag í dag og íslensk viðskiptalíf muni skoða þetta mjög nákvæmlega og svo nafla skoðun muni leiða það í ljós og láta tölurnar tala sínu máli. Af hverju þú ekki dæmt það því að þetta snerti þína hagsmuni, það snerti haga allra þeirra sem að koma nálægt íslenskum efnahagslífi? Já, sjálfsögðu. Ég held að sé alveg þetta á hreinu að menn sem hafa verið áberandi í viðskiptalífinu undanfarin ári, ég sjálfur og hvort sem að ég var í því að flytja fjármagn til landsins eða hinni sem voru að flytja pening út úr landinu, beri einhverja ábyrgð af sjálfum sér á ástandinu. Ég held að það sé bara sameiginleg ábyrgð margra í dag sem á eldir ástandinu í dag og ég ætla ekki að skorast undir því. Þetta business model, er þetta ekki þáttur í því að setja allt á annan endan? Ásamt með, eins og þú segir, peningamálastefnu Seðlabankans og alþjóðlega lánsfjárkrísu? Það getur verið. En náttúrulega það sem ég finnst það er tvennt í þessu. Fyrsta lagi þegar að menn hafa verið að framleiða eigið fé eins og þau verið að tala um það. Með því að selja hvort öðrum eignir inn í lokuðum hóp. Það er náttúrulega bara hringrás. Það er eðli sín bara bull. Er það ekki bara svikamýla? Ég myndi ekki ganga svo langt en ég myndi segja það bull. Og það líka þegar þú býr til eigið fyrir mér að kaupa og selja til sjálfsins, það er náttúrulega gengur ekki upp til langa tíma þegar menn að byggja fyrirsætnir hagnað og stórfelldan hagnað og fleira og sala á þessu fyrirtæki til hins sem í rauninni er bara verið að ræða endur fjármunum. Það kemur aldrei reiðifé. Það er kannski það sem aðskilur mig þegar ég hef verið að selja fyrirtæki mín í Rússlandi, í Búlgaríu, í Tékklandi, það er ekki borgað ég reiðifé. Það er ekki bara það er ekki pappíra sem skiptast á höndum. Og þegar ég borgaði fyrir Actavis og keypti Actavis þá borgaði ég með reiðifé til Íslands. Og það náttúrulega líka þegar menn eru að fara á markað og selja fólki taka eigið fyrir sitt og setja einhvern margfelda á það og setja það á 50% hærra verði eða 2 sinnum hærra verði heldur en eigið fé og fólk kaupi það, þá skapast eitthvað eigið fé sem verður líka erfitt að nýta þegar kreppu tíma koma. Hver var að kaupa í Straumi fyrir árið síðan? Fyrir árið síðan? 10 milljarða. Talaði að það hefði myndast yfirtökuskylda. Varst það þú eða tengdir aðrar? Nei, það var ekki veit. Hver seldi í Landsbankana rétt áður en að banki fór á hliðina? Mér er ekki kunnugt hver seldi það. En bara hafa eitt á hreinu, ég hef aldrei selt eitt einasta bréf í Landsbankunum eða Straumi. Ég hef aldrei tekið neitt pening á borðinni, ég hef bara komið pening inn í þau fyrirtæki og við hefum aldrei selt. Ertu að selja Actavis? Nei, ég er ekki að selja Actavis núna. Ég er að reyna að vinna úr því að gera verðmætt úr því og ég held að það skilja allir þetta er engin tími til að vera að selja fyrirtæki. Komstu eitthvað nálægt þessari lánabeiðni til Rússa? Nei, ég kom ekki nálægt henni. Hvað meina pólitísku ábyrgð á lokasprettið þessara örlagaríku daga þegar allt hrynur á Íslandi? Í fyrsta lagi, sem ég sagt, þessi peningamálastefna á Íslandi hefur verið
handónýtt, skilað sér í allt of háum vöxtum. Hún hefur skilað sér að fólk fór sér fram úr efnum í neyslu með að taka lán erlendis. Og hún hefur skilað sér að öll þjóðarframleiðsla var borgað út úr landi sem bara ávöxtun til einhverja ónefndra fjárfestingarsjóða út í heimi. Ég hef margvarað við þessu. Ég fór í Kastljósviðtal jólin og ég sagði, það var einföldu spurningu, við sem Íslendingar verðum að spyrja, höfum við efni á því að hafa íslenska krónu? Þetta ekki spurning hvort við viljum, heldur höfum við efni á því. Það hefur komið í ljós, við höfum ekki efni á því. Alvarlegasti vandinn og það sem allir misreiknuðu, hvað kostar það að reyna að halda út í sjálfstæðum gjaldmiðil ef það kemur kreppa? Það það sem enginn reiknaði með og það hefur komið í ljós, það dýrasti þátturinn í þessu öllu. Og hrunið verður dýrt. Og Björgólfur Thor telur að ríkisvaldið, ríkisstjórn og seðlabanki beri ábyrgð á skelfilegri atburðarás. Kolröng leið hafi verið farin með því að taka yfir Glitni mánudaginn örlagaríka 29. september. Þessi atburðir sem gerast eru náttúrulega, þetta skelfileg atburðarás. Hún skelfileg atburðarás sem endar með hörmungum. Það þeirra hörmungar sem við erum staddir í dag, sem Ísland sem þjóð. Ég var staddur á Íslandi fyrir tilviljun í brúðkaupi þegar ég best hringing á sunnudaginn og frá mönnum sem segja, heyrðu, Glitnir komin í vandræði og Seðlabankinn ætlar líklega að reyna að taka hann. Og við það byrjast hinnar þessar umræður og hluthafar Landsbankans, Benninum tala við hluthafar Glitnis og tala við Seðlabankan og allt, og það fyrir mikið hafi verið að setja, heyrðu, þannig ætlar ríkið að fara inn í banka og taka banka. Með því að taka allan bankan, þá er ríkið að taka alla ábyrgðina sig. Þetta má ekki gerast. Þetta var viðkvæði frá Landsbankinn og Kaupþings sem stóði fyrir utan þetta. Þetta má alls ekki gerast, þetta er hræðilegt. Og í því kom einkaframtaki, sem sagt bankanir, við komum með hugmyndir og við sendum þær á forsætisráðherra, við sendum þær á Seðlabanka, á sunnudeginum, við endurtókum það aftur á mánudeginum og við gerðum alltaf breytingar, við fengum engin svör. Ég er ekki að tala með þeim að vera hafnað, við fengum bara ekki svör. Þeim var ekki svaravert. Og það tillögur sem við lögðum upp þar voru í eðli sínu nákvæmlega sem tillögur og voru gerðar hér í Englandi. Það voru það að það er stuðlað að sameiningu allra bankana, þannig að Landsbanki Glitnir og Landsbanki Glitnir Straumur, allt þið sett saman, safna saman eigið fé til að skera niður kostnað og ríkið myndi koma með peningin líka og ríkið myndi eignast ráðandi hlut, stærsta hlutin, en samt á þann hátt að það er ekki ábyrgt. Nú allir að segja, hvernig er ríkið ábyrgt? Samkvæmt okkar tillögu, við vorum alltaf að reyna að koma í veg fyrir það að Íslendingar og íslenska ríki þyrftu að taka ábyrgð. Það er það versta í þessu við atburðarásin og þegar ákvörðun sem ríki tók að það gerði sjálft sig ábyrgð og gerði Íslendingar alla ábyrgða fyrir skuldum. Það er það versta. Við reyndum í lengstu lög að koma í veg fyrir þetta. Þannig að með þessari aðgerð sem gerist, þessari Glitnis aðgerð á mánudeginum, það var svo ákvörðun var svo misráðin að það verður mörg ár í manna minnum hvað hún var misráðin því hún setti á það atburðarás sem verður endað með skelfingu. Það sem gerist í kjölfari var fyrir séð, segir Björgólfur. Hinir bankarnir og ríkissjóður mistu traust í útlöndum og helgina eftir 4. til 5. október voru krísufundir í ráðherrabústaðnum. Við sátum í næsta húsi, forsvarsmenn Landsbankans og þá tala ég sem hluthafi Landsbankans og stærstu hluthafar Kaupþings og bæði forstjórar Kaupþings og Landsbankans. Menn voru allir tilbúinir að vinna, fóru með sameiginlega tillögu. Aftur, henni var ekki hafnað, henni var ekki svarað. Fólki var ekki eins og svarað og það var aldrei neitt sem kom á ríkinu og sagði hvorki fyrir helgina niður seinni helgina. Þessi tillaga, hún er góð að einu leyti, slæma hinu leitinni, við viljum breytinni, þið þurfum að gera þetta svona. Það var engar með það var bara ekki tala við fólk. Einhvern veginn, þá vantar bara í verkstjórn eða eitthvað, menn er ekki að tala saman og það næst ekki að koma skilaboðum á milli og einhvern veginn enda bara helgin það búið að tala við allir búin að tala en engar ákvarðanir teknir neina lausnir. Svo bara miðnætti, þá bara sjá með sjónvarpið og það bara lausnin þá ekkert að gera. Búið, allir fara heim. Næsta dag, þá bara sjónvarpssending, þessi ríki segir bara beinútsending, það kemur svartur rammi með hvítu letri eins og í jarðarför og það sem er sagt, nú þarf að eyða allri óvissu og í kjölfarið að skapa miklu meira óvissa heldur nokkuð tímann hefur verið
og hún ríkir enn í dag. Sú hætta raunveruleg, góðir landsmenn, að íslenska þjóðarbúið myndi ef allt færi á versta veg, sogast með bönkunum inn í brimrótið og afleiðingin yrði þjóðar gjaldþrot. Bretar höfðu síðustu daga fyrir helgi haft stigvaxandi áhyggjur af Icesave. Breska fjármálaeftirlitið sýndi óbilgirnamæti Björgólfs Thors og krafðist svimandi hára trygginga. Á sunnudeginum var aftur á móti komið allt annað hljóð í strokkin og telur Björgólfur að breska stjórnin hafi ákveðið að leggja allt kapp á að koma Icesave undir sitt skjól á örfáum dögum gegn 200 milljón punda tryggingu. En það mun lægri fjárhæð en áður hafi verið krafist. Á mánudeginu svarta 7. október komið ljós að Seðlabankinn ætlaði ekki að koma til móts við Landsbankann. Það skýrir að mati Björgólfs símtala Alistair Darling við Árna Mathiesen þriðjudaginn 7. sem Kastljós birti í liðinni viku og heftaleg viðbrögð Darling og Brown miðvikudaginn 8. En þegar ráðamenn sátu á löngum fundum í ráðherrabústaðnum telur Björgólfur að breska ríkið hafi kúvent og ákveðið að rétta fram hjálparhönd. Á sunnudeginum á sér stað einhver algjör breyting daginn hjá fjármálaeftirliti breska. Fjármálaeftirliti segir við erum tilbúnir til að hraða algjörlega ykkar umsókn að verða fyrirtæki í Englandi. Þannig að öll ábyrgð á Icesave myndi færast yfir á breska ríkið. Þetta hefur verið búið að reyna lengi og þarna kemur algjör vendipunktur á sunnudeginum. Þá segir breska ríkið sem hefði nú verið svona að draga lappirna með það og hefði verið mjög erfitt og menn hefur verið mjög viðskotillir í samskiptum fram að því. Þá kemur tilbaka, heyrðu, það er ný stefna hjá okkur, við ætlum að hleypa ykkur á 5 dögum, við ætlum að gera fast strakk fyrir ykkur og koma Icesave í breska lögsögu. Og út úr íslenska ábyrgð? Út úr íslenska ábyrgð. Á 5 dögum? Á 5 dögum. Að tala 5 daga, ein vika og 5 vinnudagar. Og það var háð því að Landsbankinn myndi leggja inn 200 milljón pund inn til fjármálaeftirlitsins tryggingu á mánudagshádegi. Þetta er algjör vendipunktur og sem dæmi hversu mikil vendipunktur þetta er að á sunnudeginum þá fór forstjóri breska fjármálaeftirlitsins Hector Sands fór í málið sjálfur. Hann var á öllum símafundum, hann var ræstur út á sunnudegi, hann fór í málið. Hann var sá sem var að tala við Landsbankann. Það sýnir alvarleika málsins og það sýnir að mínum mati líka að kerfið, ríkið, breska hefur þurft ástæði til að ræsa hann út og setja hann persónulega í málið. Þannig að á mánudeginum þurftum við 200 milljónir til þess að geta komið þessi breska lögsögu. Við báðum það á sunnudeginum og töldum, og það menn voru í góðri trú að menn myndi fá það á mánudegi til að borga það að sjálfsögðu til að koma þessi breska lögsögu. Svo næsta morgun á mánudeginum þá berst ekkert svar frá Seðlabankanum morgunin. Ekki klukkan 8, ekki klukkan 9, ekkert svar klukkan 10, ekkert svar klukkan 11. Svo kemur þegar við þurftum að borga breska fjármálin klukkan 12, það líður og ekkert svar. Hálftíma síðar kemur svar frá Seðlabankanum, þið fáið ekki fyrirgreiðslu. Og bara þannig að skilji það, þetta var fyrirgreiðsla upp á 500 miljóna evrur. Landsbankinn bauð tryggingar upp á 2600 evrur, 5 sinnum upphæðina sem þeir báðum að fá fyrirgreiðslu fyrir. Þannig að þeir báðum lán og voru með 5 sinnum hærri upphæð sem tryggingar. Hvers konar tryggingar voru þetta? Tryggingar, þetta voru ríkisskuldabréf, bæði íslensk, þýsk og þetta voru sterkustu tryggingar sem getur ræða. Þarna voru greiðslur sem að lífeyrissjóðir Íslands áttu að láta það hendi upp á 500 miljóna evrur sem að sko eru launþegar landsins voru ábyrgir að greiða. Þetta var ekki hægt að hugsa sér betra. Við fengum ekki fyrir greiðslu og við fengum það ekki. Kaupþing á sama tíma fær 500 miljónir og kom með tryggingur upp á 1000. Þeir kom með 2 sinnum upphæðina, við buðum 5. Þeir fá 500 miljónar lán og það sem meira er þeirra tryggingar voru hlutabréf við óskráðu félagi í Danmörku í fjármálageiranum. Þetta er mér algjörlega óskiljanlegt. Algjörlega. Og ég tel að hefðu menn hugsað sitt ráð og hefðu menn unnið saman að þessu, þá væri Icesave komið í enska lögsögu og við værum ekki í þessum vandamálum og þessi milliríkjadeilu við Bretlandi. Það er mitt mat og mér finnst þetta óendanlega sorglegt að þetta skildi fara eins og þetta fór. Sorglegt, er það rétt lýsing þegar að þú horfir til ábyrgða Seðlabankans þá samkvæmt þínum mati? Ég
ætla ekki að tjá mig ábyrgð ríkisins. Ég hef alltaf þessu viðtali talað ríkið og þá skilgreini ég ekki á milli ríkisstjórnar, Alþingis, Seðlabankans, annarra embætta. Ég tala ríkið og ég ætla ekki að fara persónu að gera eitt hérna og já, að mínu mati þetta allt mál bara sorglegt að þetta skildi vera að þessu tækifæri var bara kastað á glæ. Það er bara skelfilegt. Þið fáið nei á hádegi, síðan sama dag biður forsætisráðherra Guð að blessa þjóðina og segir að það blasir við þjóðargjaldþrot. Er það vegna þess að þið fengu nei? Ég veit ekki. Eins og ég segi, ég hætti að botna í atburðarásinni frá og með þegar að ég horf á sjónvarpið á sunnudagskvöldið og sagt að það þurfi engin aðgerð að baka. Þá hætti ég að botna í atburðarásinni. Ég hef ekki botnað henni síðan. Það samtal sem að var lekið í gær til fjölmiðla á Íslandi til sjónvarpsins og var birt þar á milli Alistair Darling og Árna Mathiesen og skapar þessi ofsa reiði og viðbrögð hér í Bretlandi. Hvaða ljósi varpar það samtal á atburðarþróun að þínu mati? Já, að mínu mati getur ekki verið að fjármálaeftirlitið breska stofnun að hennar tagi ræsi út forstjórann og setja hann persónulega í málið og gerir svona viðsnúning á sínum málum á sunnudegi og farið að vinna langt fram á kvöldi þessu nema það hefur komið einhvers konar pólitísk inngrip þar að hendi. Hvernig það kom að hendi get ég ekki ímynda mér að það hefur verið einhver svona samflúti milli ríkjanna. Ég tel að Bretar hafi brugðist vitlaust við og of harkalega, ég sammála þjóðinni í því. En ég tel reyndar líka að Bretar hafi lifað í væntinguna að menn ætli að leysa þetta saman. Ég held að það hefur verið byggðar upp væntingar hjá Bretum og ég held að þegar þeim að brugðist svona svakalega með því að láta það ekki fá þessar 200 milljónir á mánudeginum sem var búið að lofa, sem Landsbankinn lofaði út frá því að hann fengi stuðning frá ríkinu. Menn voru í þeirri trú að ríkinu ætlaði að vinna þetta saman. Svo þegar það kemur bara eins og köld vaskusa að menn ekki standa við á mánudegi, þá skil ég það vel að Bretar hafi hreinlega orðið ærir af reiði. Stórir og stöndugir bankar, beggja vegna Atlantshafsins, hafa orðið kreppunni að bráð og ríkisstjórnir í mörgum löndum róa nú lífróður til að bjarga því sem bjargað verður heima fyrir. Ég hef upplifað nákvæmlega sömu kreppu sjálfur. Ég var 98 í Rússlandi þegar það kom sjónvarpsviðtal á mánudegi þar sem forsætisráðherrann fór í sjónvarpið og sagði við getum ekki borgað skuldir okkar sem þjóð og Rússland hrundi. Við tók algjör glundroði í heilt ár og Rússland tók sig nokkur ára að vinna sig út af því. Þarna var ég á jörðinni, vinir, samstarfsfólk og fleira, kreditkort virkuðu ekki, rúblan snarfjall, það gerðist nákvæmlega sama á Íslandinni í harkalegri mæli. Ég var á svæðinu, ég var í vinnu, ég náði að vinna móti því, Rússar náði að vinna móti því, Íslendingar muni gera það sama. Ég hef séð þetta áður. Við minnum á netfang þáttarins sem kompás hjá stöð2.is. Þættinum lokið, góða stundir.